Já, góður áhorfendur, verið velkomin í skautahöllina í Laugardal. Hér eftir rétt augnablik, 3 mínútur rétt rúmar, hefst leikur Skautafélags Reykjavíkur og Fjölnis í herstild kvenna. Sjálfur heiti ég Helgi Páll Þórisson. Það lýsa því sem fyrir augum er hér í kvöld. Ég ætla að byrja á því að kynna hér liðið til leiks. Byrjum á gestunum í liði Fjölnis. Númer 35, Guðlaug Þorsteinsdóttir. Númer 19, Eva Hlynsdóttir. Númer 25, Elín Axeldóttir. Númer 3, María Kristinsdóttir. Númer 13, Laura Murphy. Númer 21, Elisa Sigfinsdóttir. Númer 22, Karin Þórisdóttir. Númer 5, Sigrún Annadóttir. Númer 9, Kristín Ingadóttir. Númer 17, Kolbrún Garðarsdóttir. 99, Maríanna Birgisdóttir. Númer 8, Greta Jónsdóttir. Númer 12, Harpa Kjartansdóttir. Númer 15, Alda Arnarsdóttir. Númer 82, Birta Hafsteinsdóttir. Númer 97, Unnur Helgadóttir. Þjálfari Fjölnis Emil Ólengor. Þá förum við í heimakonur. Það er númer 30, Andrea Jóhannesdóttir. Númer 29, Telma Mattíasdóttir. Númer 32, Lísa Ólafsdóttir. Númer 93, April Orogan. Númer 2, Harpa Helgadóttir. Númer 10, Arna Friðjónsdóttir. Númer 27, Karitas Halldórsdóttir. Númer 7, Alexandra Hafsteinsdóttir. Númer 17, Friðrika Magnúsdóttir. Númer 19, Bríet Friðjónsdóttir. Númer 62, Heiður Atladóttir. Númer 77, Kristín Ómarsdóttir. Númer 21, Jóhanna Barðardóttir. Númer 24, Áslaug Helgadóttir. Númer 81, Ólafía Helgadóttir. Þjálfari SR Alexander Medvedev. Dómarar kvöldsins eru ekki af síðra taginu. Þar eru línumenn Elva Hjartardóttir og að mér sílist Sindri Gunnarsson. Aðaldómari aðaldómari kvöldsins Ingibjörg Hjartardóttir. Elva Hjálmarsdóttir, afsakið þetta. Nú fer þetta senn að rúlla af stað. Mér sýnist á öllu bara liðin bara bæði tvö þokkalega mönnuð. Mér sýnist í bara liðin vera nokkuð áþekka af leikmannafjölda og Fjölnisstelpur séu 5 fleiri. Kvennalandslið Íslands fór í góða ferð til Nottingham að þegar kappi við erfið lið Bretland, Suður-Kóreu og Slóveníu. Þar voru, það var undankeppni Ólympíuleika. Íslenska landsliðið náði ekki að knýja fram sigur í neinum leikjum en afskaplega góð og dýrmæt reynsla í bankann fyrir okkar stelpur. Það eru landslagsstelpur í báðum liðum. Andrea Jóhannesdóttir fyrir úr liði SR-inga og þetta hún sé nú bara ein af þeim lista sem hafi farið út. Það vantar hér Brynhildi Hjaltesteð í uppröðuna en hún fór einnig út til Nottingham, það eru 2.
liði Fjölnis. Sigrún Árnadóttir nr. 5. Kolbrún Garðarsdóttir nr. 17. Og Elín Axeldóttir. Voru þarna á til líka. Nú ég vil vona því að við fáum hér fyrsta uppkast. Þetta að benda á úrslitaþjónustu IHÍ, úrslit.ihi.is. Það hægt að nálgast ýmsa tölfræði yfir hersteild kvenna og hersteild karla 18 og 16. Staðan í hersteild kvenna að SA trónir á toppnum með 9 stig, Fjölnir þar rétt á eftir með 6 og SR með 0 stig. Og hér fá uppkast. Hér hefst leikunum. Það SR sem vinnur uppkastið. Friðrika sendir hérna yfir á Caritas. Caritas kemur pekkinu bara djúpt niður í svæði Fjölnis. Létt brandbál þarna í horninu. Alexandra kemur pekkinum lengst yfir. Þar María Kristjáns í vilni. Aftur. Það sendir pekkin út. Apríl kemur pekkinum áfram. Jóhanna bara að koma pekkinum inn í mjögum. Kemur Elisabeth, sendir hérna yfir. Og aftur María. Hann tekur skotið. Andra við þetta. Alexandra reynir á pekkinum rétt missan frá sér. Það kemur Kolbrún, sendir hérna yfir á hann sýndist 32. Eitthvað hafa númerinn eitthvað skólast til á pappírunum mínum, en það breytir engu fyrir okkur. Fjölnir búinn á stjórn á pekkinum í rattur. Rísalind hér. Pekkinum við ramman. Kristín Ómar hér. Laura Murphy hér. Sendir pekkinum í battan, lendir í línudómaranum. Rísalind sendir yfir á hana Örnu. Arna hér. Léttir í barðum pekkin. Fjölnir steppar á reyna. Spila þetta út. Elisabeth kemur hérna inn fyrir bláu. Stoppar hér. Heiður mætir henni. Heiður bara sendir pökkinn bara allalið yfir á hana Guðlaugu. Guðlaugur reyna kemur pekkinn við spil. Reynar að senda í hana Lóru. Settingin ekki alveg nákvæm. Hér með sessingapáttinn á undarstað og það kemur skot. Andrea verð þetta. Við fáum uppkastinn í svæðið SR. Það Fjölnir sem vinna þetta. Það Kolbrún. Tökur skotið. Hann endur Sigrún Árna að slá pökkið niður. Verið pökkurinn sendur aftur hana Guðlaugu. Hún bara komin hana í varnarmannahlutverkið líka. Alexandra pressir þetta vel fyrir SR. Það stjórn á pekkinum. Missir enda pekkinu aftur henni strax. Kolbrún sendingun á Apríl. Sendir pökkina á Alexandru. Alexandra er ekki alveg að halda pekkinum. Guðlaug í marki Fjölnis kemur pekkinum út. Pökkunum ber sérn í hendurnar á Friðriku. Yfir á Apríl. Þetta sendi hana Jóhannu hana á bláu línunni. Það er hér við. Sendi hana upp í þér. Það er Lóra. Kemur pekkinum út og það er Apríl. Sendir yfir á Alexandru. Alexandra snýr við. Passinu í battan.
Þar Karen Engin Marjasól Það að komast hérna áfram en Jóhanna stoppar hann af Karen aftur, þau eru á Elisabeth hérna alveg niður í horn Hún er komin hérna alveg á flegi ferðina komin hérna í háslottið, tekur skotið vel til fundið skot og vel varið hjá Andru Kardasn að koma pekkinum út Elisabeth kemur pekkinum yfir Það kemur Kolbrún og það hérna flegi ferð komin inn í svæði stendur á Sigrún tekur skotið og mark algjör leyseri á Sigrúnu skýtur pekkinu bara beint í tækifæri fáum enga endursýningu á þessu því miður og það eru þessir Inga Sveinsson að vinna þetta uppkast Strákurinn berst hérna yfir Unnar það mikill darradansur frá markahæstinninga já, Ingibjörgur líkist ekkert á það og flautar þetta niður og við fáum uppkast í varnarsvæði þessir það er restingur við náðum og hérna Alexandra komin ein hérna upp allan völlin hvað gerir Alexandra? Hún komin hérna inn á móti Guðlaug tekur skotið Guðlaug þetta áfram heldur Alexandra hún er ekki að tíma við þetta Elisa Dís sendir yfir á Lóru Áslaugu eftir hana hérna Þetta tekur skoti bara fyrir eitthvað tók þetta bara niður eins og fótbolta annars skot hér nokkur aðbyrlastað sendir pökkinn yfir á Hörpu Harpa kemur reynir að koma pekkinum út lendir hérna í Jammi Sindis Skritu og Friðrik að koma með pökkinn sendir hérna með batan það er Áslaug áfram eru tvínustúlkur með töflu og haldir í leiknum kemur Kolbrún hún kemur byggingunni sendir hérna upp á bláu og mark og þetta sýnir mér aftur að vera hún Sigrún Agatha og við þá er staðan orðin 2-0 Fjölnir í vil og það er restir sem nær þessu uppkasti Elisa eldir hér niður fyrir Fjölnir það er Bríett sendir yfir á Líflind það eru hérna mikið parti í hóðinu hérna Jón að koma pekkinum út það er sending yfir hérna er Karen Caritas barðum pekkin Karen snýr tilbaka með það Karen hérna hendist upp völlin hún er komið hérna alveg niður að markibráð og reynir hérna skot Lísalind nær að verja þetta hér hefur orðið slys leikurinn hefur stöðvaður
var afar óheppilegt. Vont að detta svona skömmu frá battanum. Sýnir þetta hafi verið Karin sem fyllanda við. Komin hér að yfir á varamannabekkin. Og við fáum uppkast rétt fyrir utan varnarsvæðið sér. Og það er Fjölnir inn í þetta. Það sendir þetta niður á löng sending hér frá Sigrúni yfir á hann að skota Kolbrún. Alexandra er komin með pökkinina, hún leggur á stað. Hún er ekkert að yngra við þetta, hún kemur hérna alla leiðin í svæði. Reynir það fyrirgjöf, það er Kolbrún sem stöða þetta. Það er að koma 2-3 bláar hana, barðun í hóðinu. Kolbrún aftur komin pökkin, sendir yfir á Sigrúnu. Abelsson komst inn í þessa sendingu. Þannig að sendingu niður. Alda. Það er róa leikinu niður. Sendingu yfir á Lóru. Lóru sendir hérna upp á kantinn. Það er nú bara blá treyja. Áslaug. Komum pökkinn inn fyrir bláin en það var næst í rángstaða. Hann er Elísabeth. Hún kemur hérna með pökkinu frá bláu þurr. Það er Greta og hún tekur langskot. Lendir hérna í varnarmúrnum hjá henni Kristínu. Pökkunum virðist hafa farið upp á netið. Baknetið. Uppkast í varnarsvæði SR og það er FCS vinnur þetta. Lísilend löpur best yfir á Jóhannu. Það er einhver barátta á einmann hann að pökkinn og það koma fjölustólkur hér. Það er fyrirgjöf hér og það er bláklæddu standa fasta fyrir. Það kemur svo nána, hún tekur skotið, það lendir í varnarvegnum bara hjá henni Örnu. Það er Bríet, Karitasson í barðunni, pökkunum kemur til Hanna Sigrúnar, hún tekur hérna bakanda skot sem lendir bara í markmannsgrímunu hjá Andreu. Karitasson er að koma pökkinum út, Sigrún sendir pökkinn, alveg yfir Ána Marjunu. Pökkurinn bestið henni á henni Örnu. Nei, þetta er hún Alexandra. Og það leggja þar að stað hér. Caritas, það sendinguna frá Aprílin. Réttnins á sér. Greta skautar upp og hendir pökkinu niður. Apríl sendur á Alexandru. Alexandru upp á hana Caritas. Hér er Apríl komin á stað. Hún er hér, tekur bara skotið. Mark!
Þetta var svona vinnumark hjá SS-stúlkum. Ekkert að gefast upp hér. Skotið, fyrra skotið, það fór ekki. Já, það fór ekki á markið. En við sýndist nú hún Alexandra ná hann að frákastinu og skóplaði pekkinum fyrir fram markið og þar var Apríl sem skóplaði pekkinum framjá Guðlaugu í marki Fjölnis. Og þá koma Fjölnisstúlkur. Það er Sigurún. Hún hvælir sér upp völlinn. Hún er komin inn á siglinguna og hún kemur svona fram hjá öllum. Sendir hérna fyrir hana Kolbrúnu. Heiður alltaf er í allt í öllu þarna í vörninni. Það er að koma Kilvi í pökkinn og hvaðina. Það er mikil bara þetta. Kolbrúnu líst ekkert á þetta, tekur bara völdin sinni í hendur. Sendir á hana Sigurúnu, síðan tekur skotið. Lendir hérna í þéttum varnarveggaseringa en þar lúrði ein Fjölniskona. Það hefur verið Ronalda. Já, það eru ekki lengi að svara Fjölnisstúlkur. Og við fáum hér uppkast. Staðan orðin 3-1 fyrir Fjölni. Það er Reykjavík sem vinna þetta uppkast. Apríl sendir þetta bara á hörpu. Það er að koma pekkinum fram. Það kemur Alexandra. Hún skóplar pekkinum inn og heldur bara áfram. Heldur þetta uppi. Það er Marianne sem mætir henni. Það er ekkert að gefa hér neitt eftir. Það er Friðrika sem vinnur hennar pökk og hún fer með pökkinu frá og hún reynir að koma pekkinum inn fyrir bláinn einhvern veginn, mætir hérna tveimur sterkum varnarmönnum, kemur Elísa Dís, þar eru tvær hérna mót stíðinu við, hér kemur Rángstaða. Öllum líkindur hefur Laura Murphy verið aðeins of áköfig að fara inn í svæðið. En nú kemur hér uppkast fram á varnarsvæðið þessi. Það er Efsteringar sem vinna þetta uppkast. Og það er Bríet. Og mikil pressa hjá henni Lóru. Hérna heldur Bríet áfram. Hún siglir bara hérna stað. Já, hún gefur pekkinum inn í svæðið. Það er Harpadögg sem mætir henni. Og reyna hvað að geta koma pekkinum áfram. Hér sjáum við hérna Kolbrúnu. Kolbrún kom með einu móti Andriðu. Og rétt framhjá. Aftur í Bríet. Bríet er mjög stund á pekkinum minna. Skóplar hérna yfir á Caritas. Caritas skautar hérna stað. Og hún fer bara fram í hérna. Reynir að komast framhjá. Það er að höllast hérna fyrir konari. Lóra kom pökkinn. Hún tekur skotið og mark! Langskot alveg frá blálínni. Alveg út við stöng. Smellhýtt hann inn. Það breytir stöðunni í 4-1 fyrir Fjölni. Pökkurinn bestir inn í varnarsvæðið. Það er Apríl. Apríl leggur á stað. Snýr hérna við með Lóru á bakinu. Reynir að koma pekkinum yfir. Tekst það. Það er Friðrika. Það koma pekkinum framhjá Elísu. Og þá kemur Alexandra. Hún leggur á stað. Löng sending hann yfir. Lengst yfir. Sýnist þessi pökkur sigla í æsing sem hann gerir.
hún bara uppkast í svæði SR. Það eru SR-ingar sem vinna þetta uppkast enn á ný. Og þarna er Friðrika í baráttu við hana Sigrúnar Árnadóttur. Það er svolítið svona, já, hérna kemst Alexandra framhjá og hún skautar pökkinu uppi. Kolbrún Garðars mætir henni. Það er mikil barátta hérna í horninu. Já. Kolbrún setur pökkinu yfir á Evu. Löng sending hérna yfir. Þessi siglir alla leið í frystingu. Það var Lóra sem skoraði 4. markið sem við sáum hér í útsendingunni. Aftur vinna SR-ingar uppkastið, en Sigrún kemst inn í þetta, hún kemur hérna á siglingunni, eiginlega á móti Andreu, Andrea tekur, ver þetta vel. Já, Ingibjörg er ekkert að stoppa leikina óþörfu, segir bara Andrea að spila pekkinum, það var engin Brynjarskona að leggja pressa á hana. Karin komin hér fullan ganga aftur, Áslaug. Hún var pekkið minni svæði. Aftur með henni. Hér ekki sendingan á Lóru. Hún nær henni. Hún kom pekkinu fram hjá henni Bríet. Elísa. Karen er á Marjónu. Langt skot, hátt skot. Hér hendur pökkinu upp á Karinni, hann tekur skotið. Það er reynd að spegla hérna fram hjá Andreu. Það var Karin. Hörgubræði, Áslaug hér. Skautar, kemur pekkinum út. Maríanna fyrir svimmi grípur pekkin. Karin, löng sending hérna yfir. Hann á hörpudögg. Hann mætir Alexandra. Alveg fullu fjöri. Alexandra er bara hér allt í öllu í bæði sóknar og varnarvinnu. Andrea grípur í bökkinn og stöðar leikinn. Við fáum uppkast. Það eru Fjölnisstúlkur sem vinna þetta. Það er lúmsk fyrirgjöf hjá henni Sigrúnu. Bakhandasending. Fyrir kemur Apríl. Hún skautar af stað, sendir yfir á Karítas. Karítas er komin inn áfram. Komin inn fyrir bláu. Reynir hennar skotið. Hún komst inn í það þarna, hún Kolbrún. Nei, þetta var hún Alda fyrirgefið. Maríanna hérna. Nei, þetta var ekki Maríanna, þetta var Eva. Það eru númerin á leikmönnum sem skipta máli. Arna hér, hún bara siglir hér allalega niður, sendir pekkinum í ramman, hérna koma pekkinum aftur inn í svæði. Það er Sigrún. Apríl að halda pekkinum inni, reynir að koma pekkinum áfram frá markið. Fjölnisstúlkur hreinsar pökkinn út. Apríl sækir, sendir yfir á Friðriku. Friðrika skautar hérna áfram, sendir yfir á Karítas. Það er Heiður. Heiður hérna skautar hérna áfram. Rétt missir pökkinn frá sér. Lóra sendir yfir á Elísu Dís. Elísa reynir hérna að einhvern veginn að þvæla sig fram hjá Friðriku, en Friðrika vill ekkert með það hafa. Maríanna bara tekur pökkinn bak við sitt eigin mark.
Sendið yfir á Gretu. Greta siglir hinn yfir. Komin hér inn fyrir bláu. Rétt með pökkinn frá sér. Alexandra skóplar pekkinum út og þar Kristín. Sindri línumæður hér kallar bara að spila. Enga freistingu. Bríet hér reynir að koma pekkinum áfram. Hún bara tekur hann sjálf. Ekkert að gefa pökkinn frá sér. Sendir pökkinn upp á miðja bláu línu. Þar Sigrún Agatha. Snýr hér snöggt við. Leikur hér að stað. Hún komið inn fyrir miðju. Tökur skotið. Andrea ver þetta. Lúmsk fyrirgjöf þarna. Hjá hann Kolbrúnu Garðars. Og aftur byrja fjölnir stelpur bara. Babi mark. Það komið Karen. Sendir á Lóru. Lóru langa sendingun upp yfir. Það bara Apríl með bökkinn. Kemur inn fyrir. Hún stoppi hér á miðlínu. Það kemur Lóra. Lóra reynir að koma bekkinum hinna fyrir mark en varnar vekkur Esseringa í þéttur. Heldur bekkinum niður í svæði Esseringa. Bökkurinn best áfram til Jóhannu. Jóhanna hér í barðunni. Og Apríl með pökkinn hér. Og Harpa Döggsson bara með pressu. Friðrika komið pökkinn. Friðrika skautar af stað. Reynir hann að senda á hana hörpu en sendingin hemmast ekki. Það kom hann fjölumstelpur. Hann fyrir sending á hana Öldu en hemmast ekki. Sigrún Agatha hérna í horninu. Reynir innan fyrir. Skotið ekki alveg nógu gott. Hún Kolbrúnu. Góð tilur enga að síðu. Finnur stúlku hérna með pökkinn. Kolbrún. Eftir niður. Hún á Maríunu. Það Alexandra. Skopla pökkinum áfram. Sigrún Agatha á Kolbrúnu. Kolbrún tekur skotið. Lendir hérna í bæði í vörn og markmanni SR. Sigrún Agatha ennþá með pökkinn hérna. Það kemur hérna fyrir. Reynir fyrirgjöfina. Það aðeins og mannmargt þarna fyrir fram markið. Alexandra vil bara hreinsa þetta út. Hér Kardas komin einn á móti markmanni. Reynir hérna. Þar var hún María Stján kemur hérna upp kantinn. Sendir hann fyrirgjöf. Reynir hann fyrirgjöf á hana Elísu en tíminn rennur út. Staðan verður 4-1 eftir fyrsta leikluta. Já, það bara þetta hörku leikur. Það ekki úr eigi að taka sér litla pásu. Fá sér kannski litinn kaffibolla jafnvel. Við erum komin hér aftur eftir, rétt 14 mínútur eða svo.
Góður áhorfendur, verið velkomin í annan leikshluta. Hér í leik SR og Fjölnis hestdeild kvenna. Rétt 30 sekúndur þangað til að annar leikshluti hefjist. Og staðan 4-1, Fjölni í vil. Sóknarþungin búinn að vera mikill hjá Fjölni. En SR hefur vissulega fengið sín tækifæri. Enn sem komið hefur engum refsingum verið útdeilt. Sem nú oft sérstakt fyrir hockeyleik. En Ingibjörg Hjarta, dómarleiksins, hefur ekkert séð neina ástæðu til þess að flauta á eitt eða neitt. Hér eru leikmenn enn að tínast inn á ís. Jæja. Allt klárt og við fáum uppkast. Það Fjölnis stúlkur sem vinna þetta uppkast. Elísa skautar hérna áfram, rétt rasar. Greta Gardas pressaði á hana áfram. Gardas komið pökkinn, sendur á Jónu. Pökkurinn berst til Alessandru. Alessandra. Pökkurinn berst hérna fyrir fram mark. Hér Anni sýndist Elísa með pökkina þá. Undir Anna Maríu. Þar Alessandra sem mætir henni. Unnur. Þannig á Kolbrúnu. Kolbrún hér heldur pökkinum. Hendur yfir. Hérna ekki Alda á hana Kolbrúnu. Aftur og að skot. Andra að vera þetta. Pökkurinn, það eitthvað darradans þarna. Pökkurinn eitthvað að þvælast í löppunum á varnarmönnum hjá SR. Og þar var hún Alda Arnórsdóttir. Rétt konu á réttum stað. Sjáum hérna létta endursýningu á þessu. Skot hérna á Pökkurinn eitthvað þegar snurðafa. Og hér grípur hún þetta tækifæri skiljanlega. Og staðan árin 5-1, Fjölni í vil. Og við fáum uppkast. Það SR sem vinnur þetta uppkast. Það Bríet sem þrýst í gegn. Það að koma pekkirum yfir á Elísu Dís. Hún skautar hér. Það mætir henni. Það mikill sóknarþungi hjá Fjölni. Kemur Greta, langskot. Andra að vera þetta. Fjölni sem þetta, Sigrún Marjana, langskot þarna framhjá. Friðrik að koma pekkinum í burtu. Sigrún, aftur Marjana, langskot. Pekkurinn berst þarna milli manna. Og harpa hann í átökunum. Eva, þetta er á það finnst vera Marjana, Elísa, nei, Edna Marjana. Það að reyna að spegla pekkinum fram hjá Andreu. En það Andrea nokkuð lungin í marki. Kolbrún setur bein á Marjanu. Lendir hérna í Sigrún Agotu.
framhjá. Friðrika kemur pekkinu frá. Maríana sem stjórnanum hér. Þarna speglast af hann í Apríl. Og það skot. Sýndist þau frá hann í Lóru. Áslaug ná bóta í pökkinn og trufla þessa sókn eitthvað. Hann bara leggur einn stað. Skotin í Lóru. Alessandra er að koma pekkinum út. Greta. Það langa sendingu fyrir Caritas kemst í þessu sendingu. Það er Alda. Greta. Sendingu á Elísu. Arna kemst í þessu sendingu. Það er á Caritas. Caritas sendir pökkinn fyrir. Það var enginn til að taka á móti. Laura Murphy. Arna er bara til með hana. Elísa. Og Bríett á mótinni. Það er að trufla þessu sókn eitthvað. Sigrún tekur hérna snúning í hópinu. Reynar að komast í gegnum tvær SS-stelpur. Hún heldur áfram að hringsóla þarna í hópinu. Hann að baka þetta skot og þröng og færi. Kolbrún vinnar sendingu ákvæmt í hópinu þegar það eitthvað skoppar eitthvað. Áfram með Sigrún í hópinu. Fyrir fyrirgjöf, skot! Vel var í aðröðu. Góð sókn hjá Fjölnisstúlkum. Harpa sendir hérna yfir á Maríana siglir bara hérna um kantinn. Langskot, Andra ver þetta auðvitað. Bríett trefsar pökkinn út og Greta grípur hann. Maríusól reynir að koma pekkinum áfram. Greta er komið með hann, hendur hún inn. Lísilind kemur pekkinum yfir. Það er Jóhanna. Bríett kemur hann út. Það er María hér, hún snýr hérna á alla og hún siglir hérna áfram. Og hún tekur skotið. Andrea nær að verði þetta en það er ekki að halda pekkinum. Sól henni ennþá lifandi fyrir Fjölni. Ekki niður á Evu. Pekkinum hent langleina niður til. Alessandra eftir pökkinn en pökkinn rúlar í frystingu. Hérna lendir í hendur á Apríl. Sigrún er á bakinn á henni. Apríl reynir að koma pekkinum inn en það tekst ekki. Hér snúa það tvær tilbaka. Apríl og Alda. Nei, þetta var hún Sigrún Agata og Alda. Reynir henni fyrirgjöf. Karen leggur á stað, sendir á hana Öldu. Alda hérna kemur í kantinn. Tekur skotið. Andrea spegla pekkinum niður í horn. Það er Friðrika. Kemur pekkinum áfram yfir hann á Kristínu. Kristín eldir. Það er Maríana og hendir pekkinum alveg hinum megin. Harpa kemst inn fyrir. Annar skot. Löngu færi. Laura. Með tvær bláa treyjur á sér. Heldur pekkinum, sendur yfir á Maríanu. Maríana tekur skot. Lemtir hérna í
vörnum hjá henni Bríet. Áfram mikil varnarvinna hjá SR. Heiður reyna hann að stjórna pökkinum en endar í hendur á Fjölni. Dundur skot frá henni Lóru. Andrea verð þetta. Fengi pökkin hérna í grímuna. Eða í þennan hlíðaskjöld. Þessir vinnur hérna pökk en það er Greta sem fær stömmurinn en býðir nú við. Hér er Alexandra komin hér í hörku kapphlaup. Alexandra komin hérna, skot yfir. Áslaug hérna með henni, reynir að halda sókninni lifandi. Og það kemur Kolbrún. Hún skautar um stað, sendir á hana Sigrúnu. Sigrún skautar henni inn, Alexandra mætir henni. Sigrún komin fyrir, pökkunni laus fyrir framann. Áfram pökkunni laus fyrir framann. Sigrún með lúmst skot. Harpar hann reynir að koma pökkinum upp. Lendir hendurum á Gretu. Eva skot. Hátt yfir. Hér missar Fjölnisvörgur pökkinn út úr svæði. Það er Lóra. Lóra snýr hérna strax við. Sendir pökkinn þvert yfir í fristingu. Eða æsing. Eins og við segjum á fagmálinu. Og við fáum uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Það er þessi sem vinnur það. Friðrika, hún tekur bara skotið. Caritas lúruði þarna fyrir fram á mark Fjölnis. Það er Elisabeth sem kemur siglir hér í ballanvöldu og tekur bara skotið. Andrea verð þetta. Bríet. Þetta var Arna fyrirgefið, systrinnar. Það er aftur Caritas út í hérna, fínt skot. Arna er hann í baráttunni í horninu. Tvær treyjur á sér svartar. Og pökkun er að losna hérna út úr þessu. Og það kemur Apríl. Nær hann að halda smá stjórn á pökkinum. Lendir hann í Lóru. Og þar kom hann hér tilbaka. Langa sendingu, langt skot. Andrea var ekkert að leipa þessu fram hjá sér. Stöða leikinn. Uppkast. Það er Fjölnir sem vinna þetta. Eva hér, niður í hornið. Reynir hann að fyrirgjöf. Pökkun lausur frá markið. Andrea stekkur á hann eins og tígur í frumskógi. Og læsir klónum í pökkinn. Fjölnir. Það er Eva, það fyrir henni í hornið. Sendir pökkinn það fyrir. Harpa að reyna bakhanda skot. Kolbrún hendir pökkinn aftur niður í hornið. Það er Harpa. Það mætir Lísa í horninni. Heiður sendir pökkinn bara alveg yfir. Þar er Bríet. Rétt missir að pökkinum. Snýr við Ára Kristínu. Það er Sigrún og tekur bara skota löngufæri og framhjá. Og Kolbrún. Sendur hann að Gretu. Greta missir pökki framhjá. Nú er það smá kapplaup.
Kolbrún fyrst í pökkin hér. Hún bara ákveður að róta niður, fyrir bak við mark. Ekki alveg nóg nákvæm sending hana og við fáum frystingu. Við fáum uppkast. Það er SS sem vinnur þetta og hann er hérna skoti, Apríl átti skotið. Sendingin er lengt yfir. Það er Apríl, hún sér pekkinina. Það er Harpa, rétt mistar af pekkinum. Apríl heldur áfram, hendi pekkinum inn í svæði. Karen, róleikinn aðeins niður. Harpa pressar á hana. Karen leggur á stað og sendir pökkinn á Lóru. Lóra hérna kemur hérna fram, reynir hérna skot en lendir í vörninni á Apríl. Og Friðrika, hún skautar. Það er pökkinn mjög framjá. Og það er María Sól. Tekur snúningin hérna. Kemur pökkinum áfram. Það er á Elundís. Á Lóru. Lóra skot og þversláin. Friðrika hér reynir að koma pekkinum út en Bökkurinn fer í loftið og lendir inn á varamannavegg Fjölnis. Það er Fjölnis sem vinnur þetta uppkast. Vinnur hér. Kemur pökkunum bara inn. Hún er alveg komið hérna niður í hótt. Og sendir pökkinn fyrir. Það var Lísa. Klára vörninni. Sigrún. Hún pekkir hérna framhjá. Hún pekkir hérna bak við markið. Og hér fellur Sigrún okkar það við. Ekkert dæmt hér, áfram skal leikurinn halda. Og þá kemur Kolbrún. Kolbrún er með auðan ís hérna alla leið upp yfir. Það mæti Bríðinni, hún er framjá og reynar. Kolbrún reynir hana, lúmska sendingu fyrir hana Öldu. Elísabet fyrir Fjölni. Sendir í áfram á Lóru. Og þá tekur pökkinn inn hérna. Það er að koma hérna framhjá, komin inn fyrir miðju, sendir á hana Elísu, Elísu tekur bakandalskot. Þetta er hann í vegnan í ASR. Það er Bríð. Kemur pekkinum áfram. Karitas rétt með sér vegginu, sendir á hana Heiði. Heiður hér í baráttunni við hana Hörpudögg. Lóra skýtur pekkinu átt að markinu en lendir hérna í skautana Bríð og næstu því á markið. Mariana langskot. Það er aðeins svo langt frá. Bríð er að koma pekkinum út úr svæðinu öllum tiltekum bráðum. Það tekst á endanum. Það liggur Bríð að stað. Hún er með smá pláss hér. Og hér hófum við aðmið sýnist fyrstu refsingu kvöldsins. Full pressileg tækling fyrir kvennahokki. Já, hún stendur upp og hristir þetta af sér. Það sýnist hún Elísabet og
2 mínútur, nei, byttunum við Elísabeth fara þarna 2 mínútur fyrir tæklingu og við fáum að sjá SR spila hér á yfirtölunni og það er SR sem vinnur þennan pökk. Apríl yfir á Örnu, Alexandru, löng sending þarna sem átt að fara til Apríl en það er komist inn í þetta Fjölniskonur. Apríl hér sendir pökkinn yfir á Alexandru. Lísa tekur pökkinn hér inn. Alexandra reynir hann að bakhandaskot. Vantaði aðeins meiri kraft í það. Alexandra hér ennþá í baráttunni. Pökkurinn er hér laus bakið mark Fjölnis. Það eru fara mikinn í pressun hér SS-stelpur. Og mark! Alexandra Hafsteinsdóttir ákvað að grípa þarna tækifærið og skjóta á markið. Ekkert að hika við það og pökkurinn fór þar framhjá henni Guðlaugu í marki Fjölnis. Við sjáum þetta hér, hún tekur bara skotið þarna bara beint. Pökkurinn hafnaði inni. Það er að gera að nýta þau tækifæri sem gefast. Staðan orðin 5-2, Fjölni í vil. Það er SS sem vinnur þetta uppkast. Heiður hér í pressun undir SR. Ísa Lind. Sem fekkinu bara djúpt inn í svæði Fjölnis. Það er Mariana Birgis. Sendir pökkinn hérna frá sér upp á kantinn. Pökkurinn endar hér. Hendur á Bríeti. Hún reynir hann að sendingu fyrir á erfiðum stað. Það er Sigrún. Reynir hann að sendingu fyrir. Pökkurinn besti Maríunu. Hún tekur bara langskot. Andrea vel vakandi í markinu. Greip pökkinn. Fáum uppkast í varnarsvæði SR. Það er SR sem vinnur þetta uppkast. Pökkurinn endar samt í höndunum á Fjölni. Það er Greta. Eva sendir pökkinn inn í horn. Það er Artudögg. Þeir eru sendinguna fyrir. Það er Arna sem speglar pökkinn út. Eva eltar pökkinn uppi og sækir hann. Það fer bakum mark. Arna eltir hann uppi, rasar hér aðeins við það. Áslaug eltir hana hérna. Eva komin hér í ákjómsfæri. Þar var Apríl klár í þetta. Apríl ætlar bara að halda áfram alla leið. Hvað gerir Apríl? Apríl stoppar inn í horninu. Það rekast það saman hana og reynir hana erfiða sendingu hana voru. Bara reynir að koma pökkinn áfram. Fyrir þetta hérna, skauta með pökkinn. Hún er bara komin áfram hérna. Pökkurinn stoppar hérna eitthvað. Alexandra. Reynir langa sendingu hérna yfir. Pökkurinn fer inn í lappinur á Gretu. Endar í höndum á Jónu. Bríet leikir með Alexandra hátt og langt yfir á hana Caritas. Það er Caritas ein og óvölduð og hún tekur skotið. Hún komst inn í það Elisabeth. Það skot truflaði það. Pökkurinn best í hendurnar á henni Sigrúnu. Kemur hann yfir á Kolbrúnu. Kolbrúnu er ekki alveg að stjórna þessu. Það er byggðir ánstáð að Fjölni. Það gefst SR með tækifæri. Komast inn áfram. Bríet, siglir hérna áfram bara. Sigrún aftur komið með pökkinn. Hún siglir hérna áfram. Gegnum þar 3 og 4. Hún er komið hérna niður. Sendir pökkinn fyrir. Það er
Elísdís og skorar. Prýðið samspil hjá Sigrúnu og Elísdís. Það þurfa að vanda vinnuna þarna. Við sjáum þetta hér aftur. Við sjáum Elísdís, hún er eiginlega næsta inn og völdu þarna í slottinu. Eins og við köllum það. Þetta svæði fyrir fram markið, milli hringjana. Þetta eru það sem eru flest mörk skoruð í hockeyleikjum. Það er eiginlega SS sem vinnur þetta uppkast. Guðlu stoppar hennar pök og það er Eva. Heiður er hér mikla pressu. Pökkur er sendur inn á fram. Eva er komin yfir gegn. En Arna stoppar hana hérna. Alex Heiður er með henni. Sendir yfir á Kristínu. Kristín kemur pekkinum yfir á kantinn. Þar er engin blá treyja. Lóra kemur pekkinum á vera á Öldu. Halda hérna. Friðrika snýr hana af sér. Aldar nær stjórnar pekkinum aftur. Það er á Elísdís. Elísa hendir pekkinum bara djúpt inn í svæði SR. Friðrika reynir að koma pekkinum út. Það lendir í höndunum á Gretu. Langt skot frá Gretu. Lóra lenda speiklunum hann inn í en vörðin hjá SR virðist hafa vaknað til lífsins. Já, rétt tæpar 2 mínútur eftir að öðrum leikfljóta. Staðan 6-2 fyrir Fjölni. Það er Fjölni sem vinnur þetta uppkast. Pökkurinn berst í punktursvæði SR. Maríana sendir yfir hana Karen og upp á hana Kolbrúnu. Nei, þetta var hann Sigrún fyrirgeði. Hérna kemur Kolbrún. Kolbrún sendir pökkin fast fyrir. Vel spilað hjá Fjölnistúlkum. Ég meina ekki miklu að pökkurinn hefði farið inn þarna. Harparinn að koma pekkinum út. Hér kemur Alexandra. Hún ætlar að leggja stað bara. Hún er ennþá með stjórn á pekkinum. Sendir pökkin yfir. Það er Harpa og reynir hann að skot. Áfram er Sonja SR. Bríð með sér pökkið hér í hendurinn á Kolbrúnu. Kolbrún tekur skotið. Andra verður þetta vel. Það er ennþá sókn í gangi hjá Fjölni. Kolbrún berst inn á kantinn til hann afslugar. Hann góðan pekkinum út. Það verður þarna stungusending á hana Caritas á kantinum en sendingin ekki alveg nóg nákvæm. Við fáum uppkast hér. Fjölni sinna að stjórna þessum leiki. Það er Elísdís sem grínir upp á hana Evu. Það hendur pekkinu djúpt inn í svæði SR. Lísa Lend. Caritas og Eva reynir að skot. Andra verð þetta. Lóra hirðir þetta upp. Eva. Lóra, Alexandra mætir henni og þá er annar leikhluti búinn. Staðan er 6-2 fyrir Fjölni. Mörkin hafa verið, þau hafa verið skoruð hér af Sigrúnu. Sigrún er bara hér komin með 2 mörk og Elísa
Alda með 2 mörg. Mörg Ester Alexandra og April Organ. Og já, það er 1 leikur eftir. Við bara tökum okkur í létta pásu. Sjáumst hér aftur eftir, rétt 10 mínútur.
flestir góðir áraundur. Þetta svona rétt, já, tæpa mínútu. Hefst hér þriðji og síðasti leikhluti í leik Fjölnis og SR í Skautatinn Laugardal í herstil kvenna. Staðan 6-2, Fjölni í vil. Og ekki ólíklegt að leikmenn beggja liða eru alveg klárir í að gefa sitt allra síðasta í þennan leik. Skjátlast ekki að næsti leikur í herstil kvenna, hann 30. október þegar Skautafélag Akureyrar fær Skautafélag Reykjavíkur í heimsókn. Karlamegin þá það leikur 23. október. Eftir örfá daga, næsta laugardag, þegar að Skautafélag Akureyrar að fara SR til sín. Sá leikur spilað korter í 5 á laugardeginum. Það að gera sér ferð í þá Skautahöll og horfa á þessi leiki, bæði núna kalla á kvenna. Hér fáum við uppkast. Og það SR sem, nær vinna, en það Marjansson kemur pekkinum áfram. Það Apríl, kemur pekkinum mér á kantinn. Það hún Eva. Friðrika kemur pekkinum á Apríl. Alexandra leggur hérna að stað með ágætissvæði. Reynir hann að skot, eitthvað fipast eitthvað. Pökkur best fyrir framann. Apríl hér, reynir hann að skot. Guðlaug ver pökkin en nær ekki að halda honum. En fyrir stöðum bæja hættinu frá. Dómarinn sé að spila. Fylgnisturku hér, ennþá með stöldaveginum. Eva Dögg reynar hérna, gerir allir á marki. Arna kemur bekkinum yfir á Friðriku. Kemur bekkinum á kantinn. Þar var Maríana sýndist mér. Ísalind. Yfir á Friðriku, aftur tilbaka. Bekkur hérna á kantinn. Dökkur nýr í horninu. Barata hér. Það Sigrún Agatha komið með pökkinn. Þetta hendin með Marínu fyrir einu hennar skot. Hér fáum við háa kilfu en við látum það líða því að Fjölnir nær stjórn á bekkinum. Sigrún Agatha hér fyrir kringum markið, reynir hann að bakhata sendingu, lúmska sendingu, Harvar og skot frá Karen. Karen skýtur hérna í Kristínu sem stingur við. Friðrika með Lóru á sér sem pressar við battan en Friðrika samt kemst út úr þessu. Harpa Dögg hérna með reyna að koma pekkinum inn. Harpar hann hér fyrir eftir henni Eva Erlin með pökkinn, tekur skotið, lendir hérna í vörninni hjá henni Friðriku og aftur. Hér reyna Friðrika tekur pökkinn með sér inn. Missir hann hérna á sér. Þar var reyndur hann að sendingu. Hún Eva var reynd í höndunum á henni Hörpurum.
Elísadís komin inn. Reynir hann að bakhanda skot úr þröngu færi. Fjölnir ennþá með stjórn á pekkinu minna. Eva yfir á Lóru. Lóru tekur skotið. Þetta var hún Alda. Reyndi að nýta þarna frákastið og Elísadís Bríett hafa náð eða Caritas náðu að koma kyrrun í pökkinn og í loftið. Uppkast. Það er Essi sem er að vinna þetta en það er Fjölnir ná að vinna þetta. Mér sýnist, já. Og mér sýnist Jóhanna Barðar vera að fá 2 mínútur fyrir tæklingu. Þannig að nú fáum við að sjá Fjölnir spila á yfirtölunni og það verður áhugavert að sjá hvort að þær gera mark úr þessu. Og það er Fjölnir sem verður þetta uppkast. Það er Alda hér í horninu. Kemur pekkinu hér upp. Framjá, það er Apríl í hóðinu, sendir yfir og Alexandra kemur pekkinu bara út. Engin frysting á þetta, þar sem Esseringar eru manni færri eða leikmanni færri og hér koma Fjölniskonur. Pekkinu er komið út. Elísadís að koma hérna áfram. Elísadís komin inn. Hún tekur bara skotið. Andrea verð þetta stoppa leikinn. Það er Fjölnir sem vinnur þetta uppkast. Það er Karen yfir á Gretu. Þetta hérna siglir inn. Hún tekur bara skotið. Lendir þarna í Andreu að missindist. Greta aftur komið með pökkinn. Karen. Það er stýta hérna upp. Karen. Sendingarnir er ekki alveg að hitta hjá Fjölnistelpum. Pökkinn er best út. Það er sendingin ekki alveg að hitta. Elísadís reyndi þetta sendingu á hana Sigrúnu en sendingin ekki alveg nógu nákvæm. Og pökkurinn sigldi í frystingu, eða æsing. Þessi sem vinnur þetta uppkast. Það er Elísadís sem er að sigla hérna inn. Apríl eftir hana. Já, Apríl er að hafa á henni pökkinn. Og Apríl siglir hérna fram hjá þeim. Einum og öðrum. Caritas heldur hérna áfram. Karen stúð á pekkinum. Sendir á hana Sigrúnu. Sigrún komin inn í svæði. Karen reynir hann að sendingu yfir á hana Hörpudögg en lendir þarna í vörn með Serro og nú spila þær 5 á 5. Það er Heiður sem er að koma pekkinum út og hér kemur Alexandra. Hún er komin hérna með pökkinn og nóra skot. Guðlaug verið þetta, aftur er pökkur laus hérna úr frammarkið. Pökkinn er verið skóplað. Pökkurinn er þá laus.
Rísalind kemur pekkinu bara djúpt niður fyrir. Þá koma Fjölniskonur hér á siglingunni. Harpa Dögg, hérna skot. Flottu færi, framhjá. Laura Murphy reynir hana að lauma pekkinum í að henni Andreu, en pökkurinn skoppar hana upp og endar upp á netinu á markinu. Fjölniskonur einum manni og margarinn á ísnum. Og Dögg þurfa að hoppa hann út af. Það er þessi vinnur þetta uppkast. En Fjölnir er stjórn á bekkinu. Sent yfir á Sigrúnu, en hún reynir hana skot aftan við marklínu. Það getur verið snúið. Apríl hérna rífur á henni pökkinn. Skautar hennar fram. Sendur hann á Örnu. Arna hér á siglingunni bara. Kemur pekkinum inn í svæðið. Engin þrýsting, ekkert vesen. Mariana sendir pökkinu ára. Lísalind. Nú Alda. Sendir hérna ára á Sigrúnu. Sigrún sendir hérna yfir. Hann að skot og þröngu færi. Fer bak í mark. Lendir hann að sendingu. Hefnast ekki. Fáum hristingu, uppkast í varnarsvæði SR. Það er SS sem vinnur þetta uppkast. Túrvíkarinn á bóðum pekkinu. Eva sendir hér upp á blálínuna. Eva. Þetta er Maríasson sem var það baka marki. Maríasson tekur snúningina. Karitas. Nú koma pekkinum áfram. Karen. Þetta skoti bara alveg frá bláu. Andra yfir. Það er Laura. Pekkinum yfir. Maríasson og Jóhanna Barða. Rísalind skópla pekkinu bara út. Engin þrýsting. Karen. Sigrún tekur hérna sendingu. Skot og þröngu færi á hlið. Fjölnir hér græðir pökkinn hér á hættulegum stað. Sigrún Árna var ekki að láta sér þetta tækifæri úr hendi sleppa. Þannig að skot Andra var þetta mjög þröng staða. Við fáum uppkast. Það er Fjölnir sem vinnur þetta. Sigrún það hérna af sér. Fram með Sigrún með pökkinn hérna. Þetta er Sigrún. Kemur inn fyrir. Tekur skotið stöngina. Og grípur pökkinn úr þessu lofti. Frákastaði stönginni. Sigrún. Sendir mjög blálínuna. Mariana. Það er ekki alveg að kontrolla pökkinn og missa hana frá sér. Alexander reynir hann að sendingu upp. Kemur Alda. Alda kemur þetta niður. Lendir á henni. Bríet náði að enda komast áfram. Nú kemur pekkinum út á endanum. Eva tekur hérna snúning. Hann er fínt svæði. Sendir á
á hana Loru. Lora er komin inn, tekur aftur Óra. Fín varnavinn í gangi hjá þessir núna. Ég ekki Marna, hún bara siglir að stað, alveg henni upp yfir. Eva eftir hana. Reynir hana skota aftur og þröngu færi. Áslaug fellur hana við. Lora tekur pökkinn út. Arna berst með henni. Þá kemur Friðrika. Friðrika leggur á stað. Hún kemur síðan framhjá. Og hún heldur áfram, hún eltir. Eva tekur pökkinn út. María fyrirgeði. Lora hefur með færi. Brynjar Andersson fýpast létt. Aftur tekur skoti yfir. Pökkurinn berst í Karítas. Karítas leggur á stað. Sendir hann á Alexandru. Alexandru heldur pökkinum. Missir að þetta á honum. Tekur bara skoti. Og hann framhjá. Sigrún hendur pökkinn bara lengst yfir. Það voru Karítas. Skot! Pökkurinn endur hann í vörninni. Alexandra. Jóhanna reynir hann að skota eða sendingu. Það er ennþá færi hér fyrir Helsinga. Alexandra tekur bara skoður. Bríet sendir pökkinn í gagstætt horn. Það er Karítas. Hann er ennþá með pökkinn. Karítas í börninni. Pökkurinn berst í Sigrúnu. Kemur Sigrún fyrir Fjölni. Hún leggur bara af stað hér í gegn. Og hún heldur áfram. Snýr Alexandru af sér. Hún er með þrjár hana. Sendir pökkinn niður á Öldu. Þar er Lísa Lind. Reynir að koma pökkinum út. Skot. Það er framhjá. Þar er. Þá kemur Heiður. Hún er komin inn. Reynar allan að komast inn. Eva reynir að halda pökkinum inni. Nú sýnist hann að Harpa Dögg vera með henni. Lísa Lind reynir að koma pökkinum út. Þetta var þetta Bríet. Sýnst þetta Bríet. Apríl. Reynar að snúa Lóru af sér. Og það tekst. Já, ég veit ekki. Pökkurinn hann einhvers staðar á milli. Pökkurinn kominn frá. Það er Lora sem kemur út úr þögunum með hann. Það er Eva. Reynar sendinguna fyrir. Pökkurinn laus fyrir framann. Lísa Lind. Hringir í kringum markið. Hann er kominn hér. Inn fyrir slottið. Hún er bara að fara heilan hring. Kemur pökkinum á Sigrúnu. Sigrún tekur skotið og yfir. Pökkurinn laus fyrir framann markið. Aftur er Sigrún komið í pökkinn. Karen. Sendi niður á Lísu Lind. Það er Apríl. Lísa aftur. Lísa Þá erum við að sjá hana Örnu hérna. Hún er með þeirra tvær á sér. María. Enga með sér. Hún var Sigrúnu hér. Ásvonara. Þá er tækifæri fyrir Alexandru. Alexandra komin inn fyrir frá markið. Það er þetta skot á markið. Harparenn lúriði þarna fyrir framann. Þetta er vandræðagangur hjá Æsseringum henni í sóknarsvæðinu. Missa pökkinn út. Alexandra sendir pökkinn langt yfir. Það lendir í höndunum á henni Öldu. Hún hinkar hefur út af bláu. Það er að koma pökkinum inn. Friðrika pressar á hana. Áfram með Friðrika í pressunni. Alda kemur pökkinum út. Hann er Lora. Reynir að koma sér í skotfæri. Pökkurinn eitthvað óþægur. Pökkurinn bæstur á bláu. Unnur hendir pökkinum yfir hornið.
Alexandra alveg líst ekkert á þetta. María Sól pökkin yfir á Evu. Það er Caritas sem vinnur pökkin hér. Einar skutur og pökkur laus. Pökkin hendur í hot. Það er Caritas. Það er liggja hérna Hraumar að þvera. Það er á endanum það María sem tekur skotið. Það fer framhjá. Apríl reynir að koma pekkinum áfram. Pökkur fer hérna yfir. Greta sem vil að koma pekkinum aftur djúpt. Það er einhver barátta þarna. Apríl setur pekkinu aftur tilbaka. Það er Jóhanna. Hún hendir pekkinu bara þvert og langt yfir. Eitthvað kapphlaup pökkin en hinn þaulvani og aldrei línumaður Sindri Gunnarsson var ekki að lefa þessa ganga. Flautaði þarna frystingum og við fáum uppkast inn í varnarsvæði SR. Það er SR sem næði stjórn á pekkinu vinna. Það er Friðrika. Reynir hérna stungusendingu á hana. Sindri lætur leikinn ganga. Einhver smá vandræðagangur í vörn hjá Fjölni. En það er Lísa Lind. Sindri á hana Sigrúnu. Á Öldu. Það er Bríett. Apríl, það er Sigrún sem nær að pilla af henni pökkin og skot. Það endar pökkurinn yfir. Unnur náði ekki alveg að grípa þessa sendingu frá Sigrúnu. Löng sending hann að þvert yfir ísinn. Það er Alexandra, pökkurinn hoppar yfir kilunni hjá henni og Bríett hendar pekkinum út. Pökkurinn rúlar og skautar á. Sindri lætur leikinn halda áfram. Greta yfir á hana Loru. Alexandra kemst þarna inn í sendinguna. Greta sendir aftur á Karinni. Arna heldur áfram í kantinum. Kristín. Pökkurinn berst í Gretu og sendir hann yfir. Það er María. Sendir pökkin yfir. Heiður kemst. Nei. Arna Björn náði að komast inn í þessa sendingu. Það er Finnustúlkur sem á að svolítið að stjórna pekkinum hann inn í svæðinu. Nú er Eva skot og þröngu færi fyrir hann í hliðin á markinu og niður. Lísa Lind heldur á það. Sigrún reynir hann að sendingu á hana inni. Áfram eru þær að reyna búa sér til marktækifæri. Ekki með Sigrún. Hún tekur bara skotið. Langt færi. Mér sýnist Esteringar að vera konum með bitum á sig. Öllu líkindi fyrir tripping. Það er skot. Það er yfir. Og hér á flautið. Mér sýnist Jóhanna Bárðar vera næla sér í refsingu nr. 2 í þessum leik fyrir tripping eða að fella.
fáum hér uppkast. Það eru Fjölniskonur sem vinna þetta. Alda vinna hana stungusendingu. Það er Heiður sem skópar þessum pekki út. Pökkunum rúla hérna niður í svaði Fjölnis. Heiður á eftir henni. María kemur upp kantinn. Hún bara siglir að stað og hún kemst inn í gegn. Apríl var ekkert að hleypa henni nýja pekkinu framjá. Hún drá nú bara niður þér. Fjölnir verða á yfirtöninni þar sem eftir lifi leiks. Sem verður, rétt rúm mínúta. Við fáum uppkast. Það eru SS-stelpur sem vinna þetta. Þá kemur Karen. Þarna nærast pressa hana vel hérna. Apríl hendi pekkinu bara niður að marki og yfir. Hér var misheppnuð sending sem Arnarberg hefði geta lauma sér í. Hér kemur Apríl og kemur pekkinum yfir á hana Örnu. Arnar nær hérna að reyna að halda í pekkin en missir hann frá sér. Hér kemur Karen. Hún skautar inn áfram. Skot. Hún lendi þarna í Alexandru. 15 sekúndur eftir. Ísland hendir pekkinu bara hringinn í kring. Greta heldur pekkinum. Og hún skautar hérna stað. Greta komur á ferðina hérna. Fyrir fram hjá Alexandru. En leiktími rennur út. Loka staða Fjölnir 6, SR 2. Eins og ég sagði áðan, næsti leikur í hersteild kvenna. Hann verður norður á Akureyri 30. október, daginn fyrir Halloween, ef þeir sem eru forvitnir það. Það er rétt að minna á það að streymiþjónustan Viaplay sem er hér á Íslandi nýverið að streyma NHL leikjum í gegnum streymiþjónustuna, þannig að það er hægt að nálgast bæði alla leiki í NHL og klukkustundar langa samantæktaþætti klukkan 10 að mótni til, svona fyrir það sem eru endalaust hockeyþyrstir. Og það er ekki lokað fyrir það skotið að opna verði á sænsku efstu deildinni í Svíþjóð, SHL, Svedish Hockey League. Þannig að endilega fylgist með því á hinum ýmsu netmiðlum. Ég heiti Helgi Þórsson, ég þakka fyrir í kvöld, takk fyrir og góða nótt.